Íslenska tungan bindur okkur saman sem þjóð. Það gildir einnig stafræna tækni. Alveg eins og okkur þykir sjálfsagt að þessi lyfta í öllum 500 húsum ætti að vera jafn eðlilegt og sjálfsagt að tæki sem við þurfum að nýta daglega skilji íslensku og geti skrifað það sem við segjum. Framtíð íslenskunar sem tungumáls fámennrar þjóðar mun ráðast af því hvernig okkur tekst að vinna með tæknilausnir samtímans og framtíðarinnar. Við þurfum að nota íslenskuna til að hún þróist í takt við tíman og haldist lifandi og sú notkun mun í auknum mæli færast í stafrænan heim tækninnar. Á tímum mikilla tæknibreytinga máltækni mikilvæg því að raddstýringar verða stór þáttur í tækni framtíðarinnar. Máltækni gerir okkur kleift að vernda íslenskun okkar og passa upp á að það sé auðvelt að nota hana í tæknilegu samhengi. Hver vill ekki geta spjallað við sjónvarpið sitt? Að tækin geti hlusta á íslensku, skrifa á íslensku eða einfaldlega hjálpa okkur að leika okkur á íslensku gríðarlegt tækifæri. Íslensk brotafyrirtæki og skapandi frumkvöðlar inn í stærri fyrirtækjum geta smíða lausnir með þeim undirstöðum sem við erum að smíða inn í almannarúmið. Þá er bara okkar að hleypa sköpunarkraftinu lausum og sjá hvað við getum gert. Gera eitthvað flott á íslensku fyrir framtíðina. Máltækni mikilvæg til að bjarga íslenskri tungu og þeirri hugsun og reynslu sem hún miðlar. Með því að kenna tölvum íslensku lærum við einnig mikið tungumál okkar, því það oft í hinu hversdagslega orðfæri sem dýptina að finna. Máltækni ekki bara hagnýtt úrlausnarefni, heldur snýst það að kafa ofan í hvað hugsanir okkar þýða. Í alþjóðlegu umhverfi nauðsynlegt að eiga sitt eigið tungumál, því það okkar eigið tungumál sem undirstaðan undir það að læra önnur tungumál. Í tæknilegu, alþjóðlegu umhverfi líka mikilvægt að eiga rödd og þessi rödd getur verið í gegnum máltækni. Tæknin getur tekið við öllum tungumálum í heimi og tækifærið núna til að gera íslenskuna gjaldgenga í tækniheimi. Við getum öll verið saman í því verkefni. Íslendingar hafa eitt tækifæri til að taka þátt í þeirri umbyltingu sem að eiga sér stað á sviði máltækni. Ef við grípum það ekki, munum við sjá eftir því í langan tíma. Ákvörðun að taka ekki þátt í þeim framförum sem eiga sér stað á sviði máltækni felur í raun í sér ákvörðun að fækka tækifærum okkar og barna okkar í framtíðinni. Það ekki valkostur að bíða eftir því að aðrir fjárfesti í máltækni fyrir íslenskuna. Það okkar að ákveða hvort og að hvaða marki við viljum vera með. Við erum þegar farin að tala við tækin okkar og í þeim samtölum viljum við nota móðurmálið en ekki eitthvað allt annað. Við verðum að fjárfesta í máltækni fyrir íslenskuna. Því annars verða öll okkar samskipti sem tengjast tækjum og tækni orðin á ensku áður en við vitum af. Að hafa góð tök á móðurmáli mikilvægt, ekki bara til tjáningar, heldur til að forma allar hugsanir. Máltækni leikur lykilhlutverk í að tryggja stöðu íslenskunar sem móðurmál. Því að meira og meira af okkar daglega lífi að færast yfir í hið stafræna form. Ef við hleypum íslenskunni ekki inn á þann vettvang, verður hún bara forvitnilegt viðfangsefni málfræðinga. Og Íslendingar verða að ákveða hvaða tungumál verður þeirra móðurmál til framtíðar.